Varan sem heltók heiminn. Hugsið ykkur vöru sem hefur víðtækari áhrif en nokkur önnur vara. Vöru sem hefur gríðarlega áhrif á þann sem neytir hennar og þá sem eru í nærumhverfi hans. Húðin byrjar að eldast óeðlilega hratt og verður hrukkótt. Hárið gránar, tennurnar verða brúnar og skemmast. Gómurinn rýrnar og sár gróa seint og illa. Æðagúlpur getur myndast í kviðarholi og ef hann rofnar getur það verið lífshættulegt. Æðar í hjartanu þrengjast sem getur valdið hjartaáfalli. Æðarnar í heilanum þrengjast sem getur valdið heilablóðfalli. Lungun eiga erfitt með að hreinsa sig og sýkjast auðveldlega. Er þetta nokkuð vara sem þú notar? Ef svo er, færðu með tíð og tíma langvinnan lungnasjúkdóm, óafturkræfan. Þú gætir endað á því að þurfa að nota súrefniskút til æviloka. Svo færðu sykursýki. Hún eykur líkur á heilablóðfalli, hjartaáfalli, æðasjúkdómum, blindu, nýrnasjúkdómum og verkjum í fótum. Augnbotnar hrörna og þú missir sjónina. Ónæmiskerfið veikist og það eykur líkur á kynnsjúkdómum. Þú getur átt erfitt með að eignast börn og líkur á utanlegsfóstri aukast. Með hækkandi aldri færðu svo beinþynningu, samfallsbrot í hrygg og mjaðmabrot. Liðir skekkjast og þú fær liðagigt. Ef þú ert karl, þá verður þú getulaus. Já, þú heyrðir rétt. Átt erfitt með að ná honum upp. Einnig verða stökkbreytingar á erfðaefni fjölda frumna í líkamanum sem geta breyst í krabbamein. Þannig aukast líkur á krabbameini á 17 stöðum í líkamanum. Líkur á lungnakrabbameini tvítugfaldast. Ef þú átt barn, þá aukast líkur þess á að fá hvítblæði og lifrarkrabbamein. Það getur einnig fengið astma, eyrnabólgur og fleiri sjúkdóma vegna þess að þú notar þessa vöru. Vinir, ættingjar og allir þeir sem umgangast þig geta látist vegna þess að þú notar hana daglega. Hún veldur líka mikilli vanlíðan. Meðal neytandi fer 365.000 sinnum í fráhvörf yfir ævina. Já, meðal neytandinn. Og þetta er ekki tæmandi listi, ekki nálægt því. Segja má að varan skaði nær alla starfsemi líkamans. Hljómar þetta skelfilega? Það er vegna þess að þessi vara er skelfileg. Og það merkilega er að hún er raunveruleg. Og stór hluti fólks eyðir sparifé sínu til að kaupa hana og hættir lífi sínu við að nota hana. Sumir daglega, aðrir svona spari. Það er vissulega ekki tryggt að þeir sem nota þessa vöru fái eitt eða fleira ofangreint. Einn og einn er kannski heppinn og fær enga alvarlega sjúkdóma af notkuninni. Vilt þú taka áhættuna? Treysta á heppnina? Ertu að gera þér einhvern greiða með því að nota svona vöru? Og reykja frá þér lífið? Þú veist betur.